Þetta var hörkuleikur, endaði kannski ekki eins og maður hefði vonað? Nei, ég meina kannski, já ég veit ekki við hverju maður átt búist en ég var ánægður með baráttunni í mínum mönnum og bara lítið annað að segja, þeir sýndu svo sannarlega hjarta og vilja en því miður það var þetta Fjölnir sem bara hörku gott og þeir höfðu það í dag. Þessi þriðji leikluti, það kannski svona gerði gæfumuninn fyrir þá, þeir komu rosalega sterkir inn í hann, spiluðu góða vörn og voru að setja skot. Já, þeir eru, eins og ég segi, þetta er gott lið og mér fannst við Mats ágætlega upp við vorum búin að skáta það vel og við gerðum það sem við þurftum að gera en svo vorum við kannski sjálfum okkur vestur á mörgu leyti að vítanýtingin hjá okkur var bara 50% og þriggja nýtingin var ekki góð, samt vorum við að fá svona mjög góð færi þannig að kannski við vorum sjálfur okkur vestir líka í bland við það að Fjölnir auðvitað kunna klára svona leiki. Adam ekki með í dag, eitthvað mjöðminni verður hann með á sunnudaginn? Já, klárlega. Við ákváðum bara, við þurftum að velja leik og hann fær 2 vikur eftir FSU-leikinn til þess að jafna sig og við teljum það að það sé meira svona 4 stiga leikur. Þetta hefði verið frábært að fá 2 punkta út af þessu en það var ekki. Við sáum að Jóhann var með klaka á ökklunum er hann eitthvað illa meiddur? Nei, bara gamall. Hann bara þurfti að fá klaka á löppina og hann sneri sér fyrsta daginn þegar hann kom til okkar og þetta er bara eymsli og hann er í sjúkraþjálfari að sjá hann. Já. Eins og þú segir, hörkuleikur á sunnudaginn, FSU. Þið komið væntanlega brjálaðir í þann leik eða ekki? Já, ég meina ef við komum með þennan vilja sem við sýndum hér að þá þurfum við ekkert að óttast framhaldið en FSU er mjög gott lið og þeir eru með einn besta Bandaríkjamanninn í liðinu og svo frábæran íslenska leikmann eins og Ara og það er þetta bara okkar verðugt verkefni að reyna að stoppa þá. Þetta er fjárhagslega leikur eins og þú segir. Þetta er baráttan úrslitakeppnina og þið ætlið ykkur í hann eða ekki? Já, ég meina okkur var spáð næst síðasta sæti fyrir mót þannig að við erum kannski aðeins undir pari að við erum kannski ekki á þeim stað sem að 4 bjóst við en við erum jafn nálægt því að detta út úr úrslitakeppnina eins og við erum inni og við viljum miklu frekar halda áfram að spila eftir 11. mars heldur en það að sitja heima og horfa á aðra að spila. Yngvi, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Já, takk.